Rannsóknin snýst það að kanna áhrif styttingar framhaldsnáms á frammistöðu nemenda á fyrsta ári Háskóla Íslands. Við gátum borið saman einkunnir 3–4 ára stúdenta, skólaárið 18–19 og svo vorið haustið 20 og leiðrétt fyrir aldri, kyni, úr hvaða menntaskóla þau komu og stúdentseinkunnum. Það sem kom í ljós var að meðal einkunnir aðeins lægri og brottfalli meira meðal þeirra sem koma beint inn eftir 3 ára stúdentspróf. Svo það væri ástæða til þess að athuga af hverju. En því miður þá takmarkaður áhugi hjá stjórnvöldum eða engin áhugi á að athuga afleiðingarnar. Svo þetta svona einkaframtak en þetta það besta sem við getum gert. Það var ákveðið að stytta framhaldsskóla á 4 árum í 3. Og þetta hefur afleiðingar fyrir líðan fólks í framhaldsskóla, brottfall í framhaldsskóla, það hvort það tekur sér frí eftir framhaldsskóla, hversu margir skila sér í næsta skólastig fyrir ofan, hefur áhrif á frammistöðu og brottfall eins og núna erum við tala um háskólana. Það skiptir máli að sjá hvernig fólk fótar sig í lífinu. Og ef það eru gerðar kerfisbreytingar sem valda því að fólk á erfiðara með að fóta sig í lífinu, þá eins gott að komast að því sem fyrst til þess að laga kerfið. Ekki til að fara endilega aftur í það sem var, heldur til þess að það sé tekið öðruvísi á móti þeim núna að tala um háskólan, eða þau séu undirbúin á annan hátt í grunnskólum. Kannski 10. bekkur grunnskóla of léttur, kannski eftir fyrsta ári í háskóla að vera almennara nám. En til þess að taka svona ákvarðanir þarf upplýsingar. Og það eins og mörgum öðrum sviðum í okkar samfélagi, það eru gerðar svona breytingar og svo engin eftirfylgni. Þetta eru krakkar sem manneskjur sem verið að leika sig með.